Kæru gestir og þið sem eru að horfa á streyminu, verið velkomin á þennan fund hér í Grósku, musteri íslenskrar nýsköpunar, og það er við hæfi frá frábæra framsögumenn hér í dag sem að eiga mikinn og glæstan feril að baki í nýsköpun og enn betri feril framundan hins vegar. Ég heiti Orri Hauksson og það er þann heiður að stýra fundi hér í dag og umræðuefnið er uppbyggileg framtíð Íslands. Hvernig sjáum við framtíð Íslands sem best? Í tengslu við alheiminn, í tengslu við Evrópu, auðvitað sem er stóra spurningin um þessar mundir, og í öðru samhengi. Verið velkomin. En örstutt bara kynning á mér áður en ég kynni þessa glæstu ræðumenn og framsögumenn. Ég heiti Orri Hauksson og lærði hérna í Háskóla Íslands verkfræði á sínu tíma og lærði svo MBA-nám í Bandaríkjunum og hef unnið í ýmsu, mest í tengslu við fjarskipti í gennum tíðina. Ég fékk nú líka þann heiður að vinna hjá hinu opinbera á nokkrum stöðum. Ég vann eitt sumar sem fangavörður, nokkur ár sem aðstoðarmaður forsætisráðherra og svo einn vetur var ég í hlutastarfi í barnagæslu í Melaskóla og kom í ljós að þessi störf voru eiginlega mjög áþekk. En hins vegar, ég ber mikla virðingu fyrir opinberum störfum. Við vitum hins vegar að verðmætin verða nú frekar til í atvinnulífinu og við munum örugglega tala meira einkageirann og atvinnulífið hér. Og fyrir utan fjarskipti þá hef ég verið í ýmsum öðrum greinum og er í öðrum greinum eins og er. En hef verið bæði á Íslandi og víða annars staðar, Finnlandi og Svíþjóð og Bretlandi og Bandaríkjunum. Og þannig að það er gott að afla sér reynslu annars staðar þó maður sé nú mest á Íslandi. Eitt sem að varðar nýsköpun og verðmætasköpun almennt sem að ég held að sé aðeins vanmetið, og það er það að lönd búa vel að því að þau eiga sterkt lífeyriskerfi. Ég hef unnið hjá nokkrum fyrirtækjum sem hafa verið að miklu leyti í eigu lífeyrissjóða og hef setið í stjórn lífeyrissjóðs, og ég er bæði að tala lífeyrissjóða á Íslandi og erlendis. Því að þó að þetta sé þetta svona svolítið hægfara kapital og kannski stundi ekki nýsköpun með beinum hætti, þá er þetta góður bakhjarl beint og óbeint við nýsköpun og verðmætasköpun og góður, má hann segja, góð hringrás sem verður til. Það er að segja að þegar við sterkt lífeyriskerfi og sterka verðmætasköpun sem það styrkir ævikvöld þeirra sem eiga lífeyri og lífeyriskerfið líka getur styrkt verðmætasköpunina. Og lönd hins vegar það sem að þetta er ekki svona sterkt, þau lenda oft í neikvæðri hringrás, það er að segja ævikvöld er ekki eins tryggt hjá þeim sem taka lífeyri og lífeyriskerfi getur síður stutt við verðmætasköpunina. Og við erum svolítið að sjá það að við erum mjög lánsöm að okkur bar gæfa til hérna fyrir 50 árum eða meira að stofna lífeyriskerfi sem hver kynslóð myndi eiga fyrir sér og gæti auðvitað ávaxta sitt pund með því að taka þátt í verðmætasköpun samfélagsins, auðvitað ekki bara á Íslandi, líka annars staðar en auðvitað stórum hluta hér, sem er frábært. En það er ekki öll lönd svona lánsöm og við erum að sjá þetta söm lönd í Evrópu sem fóru ekki þessa leið og er að lenda í vandræðum með sín kerfi. Og þá er auðvitað spurning hversu þétt við viljum binda okkar trúss við slík kerfi sem er að rata í ógöngur. En auðvitað Íslandi er í Evrópu og við erum Evrópubúar og okkur þykir vænt auðvitað Evrópu og tökum auðvitað okkar menningu og miklu leyti þaðan, komum frá Noregi og Bretlandseyjum svona í upphafi og síðan auðvitað hefur komið hér fólk alls staðar að. Og sum okkar auðvitað hafa búið á mörgum stöðum í Evrópu og við lítum eiginlega bara á sumar borgir í Evrópu sem eiginlega heimaborgir okkar, hvort sem það er Oslo eða Kaupmannahöfn eða Stokkólmur eða London, Berlín, jafnvel París, Madrid. Og sumar þessar borgir auðvitað eru í Evrópusambandslöndum og er ekki og svo sem skiptir ekki öllu máli. Mörg okkar hafa líka verið talsett í Norður-Ameríku, Kanada og Bandaríkjunum, það sem eru margar borgir sem við lítum á eiginlega sem okkar heimaborgir að einhverju leyti og það er bara hið vænsta og við viljum auðvitað vera alþjóðlega sinnuð og vitum að það skiptir miklu máli fyrir Ísland að vera í alþjóðlegum viðskiptum. Við flytjum svo mikið út af því sem við búum til og svo mikið inn af því sem við neytum, þannig að fyrir svona opið lítið hagkerfi þá skiptir öllu máli búa til verðmæti og geta flutt þau út og geta flutt út eftirsótta vöru og þjónustu til annarra landa. Og förum við þá að mjaka okkur í að kynna þetta góða fólk. Við ætlum að fá hérna 3 frábæra fyrirlesara. Hilmar Veigar Pétursson frá Fenris Creations, Ragnhildur Jónsdóttur frá Cytic Health og Magnús Júlíusson frá Stiga Solutions.
Ég kynni betur Ragnhildi og Magnús hérna á eftir, en ætlum að byrja á honum sjálfum, Hilmari Vegari, sem nú bara hálfgervingur íslenskrar nýsköpunar síðastliðna áratugi, búinn að standa sig feikilega vel auðvitað með CCP sem núna heitir Fenris Solutions eftir að hann leiddi hóp fjárfesta sem keyptu það tilbaka. Og leiðir okkar Hilmars lágu saman uppalega snemma á öldinni þegar Síminn og CCP áttu í talsverðu samstarfi, kannski áður en CCP sprakk svona út svona vel eins og gerði síðar. Og síðan unnum við saman í ýmsum verkefnum á vettvangi samtaka iðnaðarins hér upp úr fjármálakrísunni. Ég var reyndar þá í launuðu starfi þar, en Hilmar sem sjálfboðaliði mjög aktífur félagsmaður og stóð sér mjög vel, og við vorum að reyna að bæta einmitt nýsköpunar umhverfið á Íslandi. Til dæmis varðandi skattamál, varðandi fjármögnun, tengslið menntakerfið, hversu einfalt væri að ráða erlenda sérfræðinga og margt fleira. Og við vorum óþörlega móðir og okkur fannst hægt ganga, en margt að þessu gekk nú eftir með tíð og tíma, sérstaklega kannski í lok síðasta áratugar. Þannig að dropinn holar steininn og hann lagði mjög mikið hönd á plóg í óeigingjörnu starfi þar sem að skilaði miklu. En eins og ég segi, hann forstjóri í Fenris Creations, og eins og hefur komið fram í fréttu núna nýlega, þá eitt mjög spennandi verkefni sem það fyrirtæki að vinna að. Auðvitað notar fyrirtæki gervigreind í gerð sinna leikja og í stýringu sinna leikja, en það sérstakt gervigreindarverkefni sem svona þessi sandkassi sem á að búa til ímyndaðan heim í kringum einn leikinn í Frontier, þar sem að lifandi, eða það segja raunverulegir mannlegir spilarar annars vegar, og síðan þessi gervigreindar erindrekar eða agentar eins og kallað eru að takast á og eiga samskipti og viðskipti og sumt kannski neikvætt, og þetta á nú kannski að sýna hvað getur gerst með gervigreindarna í raunheimum, og feikilega skemmtilegt verkefni. Og eins og hefur komið fram í fréttum, þá réða nú fyrrverandi nýsköpunarráðherra Íslands til þess að sinna þessu verkefni. Þannig að þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þessu. Þannig að bjóðum þig velkomin hérna, gjör svo vel.